Komið sæl og velkomin í nýja þáttaröð af þættinum undirbúningur fyrir sunnudag. Ég heiti Zakarías Ingólfsson og er prestur í verkefni sem kallast Játningabundin evangelisk lútersk kristni eða JELK og þú finnur okkur á jelk.is og þar finnur við líka tengla í Facebook síðan okkar og á YouTube síðuna og ég mun setja upptöku af þessum þætti á YouTube síðuna sem og tengil á jelk.is. Þannig að það er yfirvöldasti staðurinn að finna okkur. Það er gaman að vera komin aftur í loftið hér á Lindinni og ég vona að þetta verði góðir þættir og ég er að hugsa að við skulum bara vinda okkur beint í efnið. Og þannig er að á sunnudaginn kemur, þá er páskadagur hinn mikilvægasta hátíð kristinnar trúar og hefur í rauninni verið það alveg frá upphafi. Og við skreytum kirkju landsins með giltum eða með hvítum til merkis páskana. Það var nefnilega þannig að þegar frumkirkjan byrjaði á sínum tíma þá tók hún við og hélt áfram að halda ákveðnar hátíður úr Gamla testamentinu og þá voru páskar mikilvægastir því að það var einmitt á páskahátíðinni að Jesús dó á krossinum og reis aftur upp frá dauðum. Hann dó fyrir syndir okkar og leið fyrir þær og sigraði síðan á dauðanum. Í frumkirkjunni voru þess svona ákveðni textar lesnir alla páska og árlega og lögð áhersla á ákveðin efni og kennslu tengd þessum textum. Síðan var farið að fara eins að á hvítasunnu og bráðlega kom jólaháttíðin líka til viðbótar. Eftir 9 ár var tekið upp á því að lesa texta opinberun á dýrð Krists og á undan jólum og páskum komið síðan föstu tímar 40 dagar á undan páskum og það er að segja svolítið mismöndi tími, aðvendu tímin á undan jólum, 4 sunnudagar og svo tími sem kemur þar á milli. Síðan komu dagar eins og dagur Jóhannesar skírara og dagur Stefáns píslavottar og ýmsir aðrar dagar sem bættust við og fylltist smá saman kirkjuárið allt og varðað helst eftir ári með textum fyrir hvern sunnudag og þetta köllum við kirkjuárið. Síðan er það á okkar seinni tímum á 19. og 20. öld að ferða að endurskoða textana og bæta við fleiri textaröðum þannig að það verður að skipta á 2 eða 3 kirkjuárum til að fá aukna fjölbreytni. Við það að nota svona kirkjuár eru ýmsir kostir og þá sérstaklega það að það tryggir það að boðunin fari yfir marga mismunandi texta og ekki bara uppáhalds texta ræðumannsins eins og getur nú gerst. Ef textaræðunar eru vel settar saman þá tryggja það líka að það sé predikað yfir textum sem að margir prestar og ræðumenn myndu kannski helst forðast ef þeir geti fengið að velja alveg sjálfir. Og þá má til dæmis nefna texta sem að líta á menningu okkar og gildi okkar í gagnrýnu ljósi. Annar kostur er síðan augljóslega það að kirkjuárið með hátíðum sínum og föstum gefur ákveðin svona feril til þess að upplifa hvert ár mikilvæga atburði í lífi Jesú og allt það sem hann bauð lærisveinum sínum að kenna okkur. Ég var nýverið í Ísrael og fekk þá að upplifa hvernig landið er, hvernig fjarlæðarnar eru og fara frá einu stað til annars og ég hugsa þessi margir sem hafa farið til Ísrael sem eru samanlega með í því að þetta land er mun minna en ég einhvern veginn hélt og hafði alltaf séð fyrir mér. En það að koma á staðinn og upplefa fjarlæðirnar, það gerir sögurnar miklu meira lifandi, miklu auðveldar að setja sig inn í og skilja hvernig hlutinir eru. Og að mörguleit er það eins með kirkjuárið. Við upplifum hlutina í raun tíma, til dæmis stimpilvikan sem við erum nú komin inn í, byrja með pálmasunnudegi og síðan er vika til páskadags. Skírdagur er dagurinn þegar Jesús borðar síðustu kvöldmáltíðina með lærisveinum sínum, föstudaginn langa deyr hann, liggur í gröf sinni á laugardeginum, sabbatinum og síðan rís hann aftur að nýju á sunnudagsmorgni og við upplifum þessa hluti sem sagt í rauntíma. Síðan eru 40 dagar til hvítasunnu og við upplifum líka það í rauntíma. En sunnudaginn kemur er sem sagt páskadagur, upplýsuhátíð Krists og því ekki annað en eðlilegt að Guðspjall sunnudagsins sé texti sem að fjallar upprisuna. Í textaröð þessa árs er það sem sagt úr síðasta kafla Matteusar Guðspjalls en við ætlum að lesa alla ritningalestrana
í þessum þætti og tala það samhengi sem þeir standa í. Og þá byrjum við á fyrri ritningalestrinum úr Jesaja bók. Og ég ætla að fletta hérna upp á Jesaja á skjánum fyrir ykkur sem að fylgjast með á YouTube og ætla að sýna textana á skjánum. Fyrir ritningalesturinn semst að finna hjá spámaninu Jesaja sem að Jesús vitnar svo oft í og staðfestir þar með að Guð hafi talað gegnum spámaninn. Ef maður skiptir spádómsbókinni í 2 megin hluta þá ritningalestur dagsins úr fyrri hlutanum sem að fjallar að miklu leyti ríki jarðar, bæði Júdaríkið sjálft sem að spámaðurinn sendur til sem og þjóðirnar í kringum Júdaríkið. Og Júdaríki var satt lítill hluti af Ísraels þjóð sem var eftir að ríkið hafði klofnað og norðuríkið Ísrael hafði síðan beðið ósigur undir Sankerib Asseríu konungi. Nú þessi minni eining sem við síðan finnum í köflum 24 til 27 þá beinir drottinn orðum sínum til jarðarinnar allrar og áherslan á hinn efsta dag. Hann byrjar á því að tala dómsorð og segir sjá, drottinn tæmir jörðina, eyðir hana. Hann umhverfir ásjónu hennar og tvistrar íbúum hennar. Þetta eru hörð orð. Drottinn Guð, hann skapari himins og jarðar og hann dregur jörðina til ábyrgðar varðandi verk hennar. Það rauninni hræðilegt að þurfa að svara hinum lifandi Guði og gera greinaskil á lífi sínu. En síðan kemur samt sem áður líka vonin og hún birtist í 25. kafla í formi þess hjálpræðis sem að Guð gefur okkur. Og við skulum lesa þennan ritningalestur sem vers 6 til 9 og hljóma þannig. Drottinn allseljar mun á þessu fjalli búa öllum þjóðum veislu með krásum, veislu með dreggjavíni, mergjuðum krásum, skýrðu dreggjavíni. Hann mun afmá á þessu fjalli skýlu þá sem helur alla líði og þann hjúp sem breiddur yfir allar þjóðir. Hann mun afmá dauðan að eilífu og hinn alvaldi drottinn mun þerra tárin af hverri ásjónu og svífirðu síns líðs mun hann burt nema af allri jörðinni því að drottinn hefur talað það. Á þeim degi mun sagt verða, sjá þessi vor Guð, við vonuðum á hann, að hann myndi frelsa oss. Þessi drottinn, við vonuðum á hann, fögnum og gleðjumst yfir hjálpræði hans. Þannig hljómar hið heilaga orð, Guði sé þakkargjörð. Það merkilegt að taka eftir því að Guð ógnar jörðinni með lögmáli og dómsorðum en strax á eftir koma síðan svona loforð að Guð muni bjóða til mikillar veislu og til mikillar gleði. Almætti Guðs í raun og veru mikil ógnun fyrir þá sem að standa gegn honum. Sá sem skapaði himin og jörð með orði sínu eyðinu, hann getur líka eitt þeim jafn auðveldlega. Það ókveikjandi hugsun. En að samaskapi máttur Guðs undursamlegur þeim sem á hann treysta því að hann verndar líka líðsinn. Þegar líður hans fallinn, reisir hann líðin að nýju og afmáir jafnvel sjálfan dauðan. Það eitthvað sem að Guð einn getur gert. Hann mun skapa heiminn að nýju og hann mun bjóða líð sínum til mikillar veislu. Og þar skulum við í rauninni taka svolítið hlé. Við erum komin svolítið yfir tíman sem að ég ætlaði mér, þannig að við skulum gera það og síðan komum við að vörmu spori og kíkjum á síðari ritningalestur í fyrra Korinthubréfi. Komið sæl aftur, þetta þátturinn undirbúningur fyrir sunnudag. Ég heiti Sakarías Ingólfsson og við erum að fara yfir ritningalestra og guðspjall næstkomandi sunnudags sem páskadagur. Rétt fyrir hlið vorum við að skoða fyrri ritningalestur úr 25. kafla spádómsbókar Jesaja og núna ætlum við að vinda okkur í síðari ritningalesturinn sem í fyrra Korinthubréfi í 15. kafla. Eins og í fyrri ritningalesturinn hér talað endalok sjálfs dauðans og þar af leiðandi upprisu dauðra. Næsta sunnudag heldur þessi lestur síðan áfram úr fyrra Korinthubréfi
og þá byrjum við í versi 12 og þá verður talað það hvernig upprisa Jesú Krist okkar von. En allavega, núna á sunnudag, þá verða bara lesin fyrstu 8 versin sem gefa korintumönnum og okkur líka góðar ástæður til þess að trúa fregnunum og fréttunum upprisu Krists. Þetta sem að hinn svokallaði vitnisburður frumkirkjunar það að segja vitnisburðurinn hinn upprisna Krist. Þetta vitnisburður sjónarvottana. Við skulum lesa textan, hann að finna í fyrra bréfi Páls til korintumanna og hljómar svo. Ég minni yður bræður á fagnaðarerindi það sem ég boðaði yður, sem þér og veittuð við töku og þér einnig standið stöðugir í. Fyrir það verið þér og hólpnir ef þér standið fast við orðið, fagnaðarerindið sem ég boðaði yður og hafið ekki ófyrir sinju trúna tekið. Því það kenndi ég yður fyrst og fremst, sem ég einnig hef meðtekið að Kristur dó vegna vorra synda samkvæmt ritningunum, að hann var grafinn, að hann reis upp á 3. degi samkvæmt ritningunum, að hann birtist Kefasi og síðan þeim 12. Því næst birtist hann meir en 500 bræðrum í einu, sem flestir eru á lífi allt til þessa, en nokkrir eru sofnaðir. Síðan birtist hann Jakobi, því næst postulunum öllum, en síðast allra birtist hann einnig mér eins og ótíma burði. Þannig hljómar hið heilaga orð, dýrð sé þig drottin því þú hefur orð eilífs, hvert annað ættum við að fara. Hér verið að gefa rök fyrir því að trúa vitnisburðinum upprisu Krists. Þá þurfum við að skoða þessu rök í heild sinni og við byrjum á því í fyrsta lagi að það var vitað mál að Jesús hafði verið tekinn af lífi. Og það var gert með aðferðum sitjandi stjórnvalda. Æðstu prestarnir höfðu fyrst dæmt hann til dauða í eigin réttarhöldum og síðan fært hann til Pontiusar Pílatusar sem var rómverskur landstjóri á því svæði sem að á þeim tíma kallaðist Júdea og það var þar sem að líka Jerúsalem borg var. Það er svolítið hróttalegt að segja þetta en Rómverjar þeir kunnu vel að taka menn af lífi og gáðu gert að bæði hratt og hægt ef þeir vildu það. Krossfesting var hægur dauði, sérstaklega ætlaður öðrum til aðvörunar. Og Jesús hafði að auki verið húðstryktur fyrir krossfestingu sína og það eitt hafði verið nóg til þess að taka mann af lífi. Eftir krossfestingunum var síðan sérstaklega gengið úr skugga að Jesús væri í raun og veru dáinn. Einn hermannanna stakk spjóti í síðu hans, milli rifjana og inn í hjarta og útkom vatn og blóð. Það að fyrsta. Í öðru lagi Jesús síðan tekið niður á krossinum eftir að landstjórinn hafði fengið staðfestingu á dauða hans. Hann var lagður í gröf sem höggvin var í klett og lokað var fyrir með steinhellu. Þar lá hann síðan frá föstudeginum langa til páskamorguns undir vörslu rómverskra hermanna. Það var sem sagt nóg sjónavottum þá fagmennsku, ef þannig má orðið komast, sem var til staðar og sem gekk úr skugga það að Jesús væri raunverulega dáinn, hann hefði raunverulega verið tekinn af lífi. Það númer 2, hann var lagður í gröf og síðan í 3. lagi kemur þá páskamorgunin og við þekkjum söguna á því hvernig konurnar komu fyrstar til grafarinnar og það áhugavert að Páll nefni þær ekki hér í þessum lista sínum í síðari ritningalestrinum í fyrra Korintubréfi. Ástæðan fyrir því hugsanlega svo að hér færir hann rök með svipum hættu og lögmaður myndi gera og þá vitnisburður karlmannanna tekin fyrstu fram vegna hlutverka þeirra í samfélaginu. Þá má ennfremur benda á þá staðreind að postularnir 12 þeir voru innmitt opinberir sjónarvottar Krists, sérstaklega valdir til þess að vera sjónarvottar hans og þegar hann kallar og þegar Páll hér talar þessa 12 þá þetta Júdas ekki lengur meðal þeirra en þá var Mattías komin inn í staðinn sem tók við af Júdasi. Þessir 12 menn þeir vitna ekki bara upprisu Krists heldur
liðu þeir allir fyrir þennan vitnisburð sinn, fyrir vitnisburð sjónavottarins. Allir nema einn þeirra létu lífið fyrir vitnisburðin og sá síðasti Jóhannes, hann var útlægi til æviloka. Það óhugsandi að hópur 12 manna hefði viljandi gengið í dauðan og lifað sem útlagar til æviloka ef þeir væri ekki yfirvegaður að þeir sem sögðu væri satt. Síðan ekki nóg með það, heldur birtist Jesú ekki bara þessum 12, heldur líka meir en 500 bræðrum í einu. Og við þá tölum á þá, samkvæmt því sem við erum þegar búin að segja, bæta við konum og börnum, þannig að sannlega hefur hópurinn verið allavega 2-faldur ef ekki 3-faldur. Og það hlýtur þá að vera að þetta hafi gerst í Galileu á þeim stað sem Jesús hafði mælt sér mót við lærisveinana sína fyrir dauða sinn og upprisu. Og við heyrum það á eftir í Guðspjallinu. Þannig að það sem að Páll í raun og veru að segja að það var fullt af fólki sem sá hinn upprisna Krist og það var fullt af fólki sem var þarna og getur borið þess vitni. Sumir þeirra voru látnir þegar bréfið var skrifað, en flestir voru samt ennþá á lífi. Þannig að Páll segir farið og talið við eitthvað af þessu fólki. Þannig að það ætti ekki að vera nokkur spurningum rökfærsluna. Einungis þeir sem eru of fordómafullir eða of hrokafullir til þess að hlusta á vitnisburð Nýja testamentisins geta komist á nokkur annarri niðurstöðu en að Jesús dó og reis aftur upp frá dauðum. Og ég fyrir mitt leyti get þá ekki annað gert en að taka öll orð hans jafn alvarlega. Við erum vist aftur komin pínlítið yfir tíman og við skulum taka okkur stuttlega aftur áður en við lesum Guðspjallið. Við heyrumst þá aftur eftir augnablik. Góðan sæl aftur, þetta þátturinn undirbúningu fyrir sunnudag. Ég heiti Sakarías Ingólfsson og við erum að fara yfir ritningarlestrana og Guðspjall næstkomandi sunnudags. Við erum búin að fara yfir ritningarlestrana sjálfa en nú er komið að sjálfu Guðspjallinu. Guðspjall þessa páskadags að finna í Matteusar Guðspjalli, kafla 28 versum 1-10 og hljómar svo. Að liðnum hvíldardegi, þegar listi af fyrsta degi vikunar komu þar María Magdalena og María hén til að líta á gröfina. Þá var landskjálfti mikill, því engill drottinn sté niður af himni, kom og velti steininum og settist á hann. Hann var sem elding ásýndum og klæðin hvít sem snjór. Varðmennirnir skulfu af hræðslu við hann og urðu sem örendir. En engillinn mælti við konurnar, þér skulið eigi óttast. Ég veit að þér leitið að Jesú hinum krossfesta. Hann er ekki hér, hann er upprisinn eins og hann sagði. Komið og sjáu staðinn þar sem hann lá. Farið í skyndi og segi lærisveinum hans, hann er upprisinn frá dauðum. Sjá, hann fer á undan yður til Galileu, þar munu þér sjá hann, þetta hef ég sagt yður. Og þar fóru í skyndi frá gröfinni með ótta og mikilli gleði og hlupu að flytja lærisveinum hans boðin. Og sjá, Jesús kemur á móti þeim og segir, heilar þið. En þær komu, fjallu fram fyrir honum og föðmuðu fætur hans. Þá segir Jesús við þær, óttist ekki, farið og segir bræðrum mínum að halda til Galileu. Þar munu þeir sjá mig. Þannig hljómar hið heilaga Guðspjall, lof sé þér Kristur. Öll Guðspjallin 4 segja okkur frá morgni páskadags en leggja þó mismunandi áherslu á mismunandi atriði. Ekkert þeirra hefur myndina alla og ég skal viðurkenna að mér finnst svolítið erfitt að halda þessum 4 frásögnum saman. Það eru sumir hlutir sem ég veit ekki hvernig passa saman en atburðarásin er þá svolítið óljós. En ég get þá gefið smá samantekt á þeim atburðum sem að Guðspjallin segja okkur frá og gerir tilraun til þess að setja þau í rétta röð. Við getum þá byrjað á dögun á páskamotni og þá voru lærisveinarnir samankomnir. Smá saman byrja boðin að berast úr ýmsum áttum og það var svo sem ekki laust við að það yrði svolítil ringulreið hjá þeim. Nú fyrst það þá þessar konur sem hefðu farið til grafarinnar orla morguns eins og við lesum hér í Matteusar Guðspjalli.
Þær hefðu komið að gröfinni tómri, en þar voru þó englar sem báru þeim boð að Jesús væri upprisinn frá dauðum. Ef við lesum í Markús Guðspjalli í 16. kafla, þá virðast þær þurft að hafa tekið sér smá tíma til þess að átta sig á boðskapnum. Jesús birtist á Maríu Magdalenu í garðinum, þar sem að gröfin var, og það sérstaklega sagt frá því atviki í Jóhannesar Guðspjalli. Konurnar fóru af stað til þess að segja lærisveinunum fréttirnar, og á leiðinni birtist Jesús þeim öllum. 2 posturina, Pétur og Jóhannes, hlupu þá til grafarinnar og þeir fundu hana tóma. Síðar daginn birtist Jesús líka Símoni Pétri eða Kefasi, eins og hann heitir á hebresku, eins og Páll sagði okkur frá, og hann greinir líka posturunum frá því. Síðdegis þennan dag birtist Jesús síðan 2 lærisveinum sem voru á leið til bæjarins Emmaus, og Lúkas Guðspjald segir okkur sérstaklega frá því atviki. Einnig þessir lærisveinar hlupu til Jerúsalem, jafnvel eftir myrkur þegar von var á ræningum, til þess að greina frá því sem þeir hefðu séð og heyrst. Að lokum birtist Jesús svo öllum postulunum nema Tómasi, og viku síðar birtist hann þeim síðan enn aftur, og þá var Tómas líka til staðar. Mér hefur kannski ekki tekist að setja þessa atburði í alveg rétta röð, en sennilega hafa aðrir gert betur í þeim efnum. Það sem þó alveg á tæru varðandi þessa atburði að konurnar 3, sérstaklega María Magdalena, postulinn Pétur, lærisveinarnir 2 á veginum til Emmaus, og síðan þar á eftir postularnir allir, þá nema Tómas, sáu Jesú upprisinn þennan fyrsta dag vikunar, sama dag og hann reis upp frá dauðum. Tómas sá hann síðan aftur viku síðar, og síðan fleiri en þar á eftir, þar til að allir 500 sáu hann í Galileu. Vitnisburður þessara manna og kvenna svo sami. Jesús Kristur upprisinn frá dauðum. Það boðskapur páskamorguns, og það það sem líka byrjun og reitur og grundvallar forsenda kristinnar trúar. Allt hitt verður að byggjast á þessu eina atviki, að það sé sögulegt, að það sé satt, að það hafi raunverulega gerst eins og sagt var frá, og þess vegna þessi mikli vitnisburður sjónavottana svona mikilvægur. Kristur upprisinn, já, hann sannarlega upprisinn, segjum við saman. Þá þakka ég ykkur fyrir samfylgdina í dag, og ég vona að þessi þáttur hafi orðið ykkur til gagns og uppbyggingar, og ekki síst góður undirbúningur fyrir messu núna á sunnudag. Verið sæl, við sjáumst aftur eða heyrumst að viku liðinni.